Komið þið sæl, við byrjum hér á að skoða stöðuna á yfirlitskortinu á hádegi í dag hjá okkur. Þá sjáum við að hæðarhryggurinn hér sem réð ríkjum í nótt, hann er nú að hverfa á braut og skil sem koma úr vestri hér, fyrst vestanvert landið, rigning sunnan og vestanlands og það er búið að vera 10 til 20 metrar á sekundu hjá okkur en það er að snúast yfir í suðvestlæga átt núna í nótt, bætir ennþá frekar í vindinn, það er það engum fyrir norðan þar sem er útlit fyrir storm á morgun, hviður jafnvel upp undir 40-50 metrar á sekundum, engum annað kvöld og rigning hér vestanvert landi eins og sjá má og á hitasviðinu þá er þó nokkuð hlýr geiri sem er að koma yfir landið og ræður hjá okkur algjörlega ríkjum og á morgun það er alveg möguleiki að það verði þó nokkuð hlýjar hitatölur, jafnvel upp undir 15-16 stig, engum fyrir norðan og austan, það er þá ef vindurinn nær sér nógu vel niður og verði hnjúka þess áhrif en við sjáum hvað setur á morgun. En sjáum hér annað kvöld þá er að kólna fyrst á Vestfjörðum og eins og kom fram þá eru svo gulu viðvaranir eins og staðan er núna þá taka þær gildi í fyrramálið hér norðaustanlands og síðan þeir líður á morgunin hér norðvestanvert landið og það er nú einna hvassast hér við fjöll eins og gefur að skilja og sunnanlands það er nú mun hægari vindur og úrkoma allvíða sunnan og vestan til. En síðan annað kvöld eins og sagði þá er að bæta frekar í vindinn, hann er aðeins vestlagari og jafnvel 30 metrar á sekundu í stöðugum vindi sem er á fjallvegum og þessi vindur hann getur auðveldlega farið náð niður á láglendi og við erum einmitt engum að horfa á djúpið þar sem það getur skriðið inn dalina þar og Skagafjörð og svo Tröllaskaga og erum að gera að hafa varan á. En hér sunnanlands að sjá þetta er nú allhvass vindur og rigning víða þar áfram og síðan nóttina það er snúast yfir í vestlægar átt, jafnvel að það bæti frekar í vindinn fyrir norðan en það verður nú aðeins að koma í ljós þegar nær dregur á morgun. Á fimmtudaginn þá dregur síðan úr vindunum jafnt og þétt fyrir norðan að það verði allhvass vindur alveg fram eftir degi. Sjáum hér það orðið nokkuð kalt víða land en sunnanlands það er nú frekar hægur vindur, úrkom lítið. Það er jafnvel að verði þurrt á öllu landinu en það er frekar óljóst eins og staðan er núna. Á föstudaginn þá koma síðan ný skil inn sem við sjáum að þessu afgerandi vindbreytingu hér. Það er suðaustanátt víða landið en síðan eftir kemur suðvestanátt og það er rigningi þessu sunnan og vestanlands. Ekki útlit fyrir að ná að kólna nógu hratt hér norðaustan til að það verði allavega einhverju leyti snjókoma þar að minnstakosti í fyrstu en síðan á laugardaginn þá er svona aðeins óljósan allhvassar áttir víða land. En í Evrópu þá er þessi lægð hér sem var að stjórna veðrinu í Skandinavíu í dag, þá er hún á suðurleið, dregur norðlæga áttina með sér áfram snjóflóðahætta bæði Austurríki og Þýskalandi og í Alpana og hér syðst í álfunni eða suðaustan til þá er nú útlit fyrir að verði snjókoma á Balkanskaga en einhver rigning eða þrumuveður við sjóinn í Grikklandi en á vestari hluta álfunnar það er nú nokkuð þurrt og bjart, 20 stig á Kanaríeyjum. En hjá okkur á morgun það er vaxandi suðvestanátt, stormur norðanvert landið, gular viðvaranir í gildi þar og bætir frekari vind annað kvöld. Það sem er útlit fyrir að verði jafnvel upp undir 40-50 metrar á sekundu í hviðum og fólk er beðið að fara gætilega og fylgjast með veðurspám ef eitthvað á að ferðast á milli bæja. Takk ykkur fyrir og verið sæl.